Já, góðan dag, ég býð ykkur velkomin til 10. funda sveitarstjórnar Rangárþings ytra. Áður við... Já, ég kem tillögu að það bætist við liður 7, byggðarráð Rangárþings ytra, 10, liður 8, félags- og skólaþjónusta, 38 fundur. Getið þið samþykkt? Ok, þá við göngum til dagskrá. Það liður 1, byggðarráð Rangárþings ytra. Fundur 9 vísaði til umræðu einstakar lið en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Guðrún Túl gatnagerð, niðurstaða byggðarráð Rangárþings ytra. Byggðarráð hefur fjallað verkefni og leggur til að gengið verði samningu við þjóðbanda samkvæmt niðurstöðu verkefna sem gerð var meðal jarðvinnuverktaka Rangárvallasýslu. Það var samþykkt með 2 atkvæðum, HEHT og situr hjá MHG. Bókun fulltrúa álista, undirrituð telur gatnagerð eigi að fara í útboð, það Margrét Harpa Guðsteinsdóttir. Og orðið laust. Ingi. Oddviti, veistu það, ég styð þetta hjá Margréti. Mér finnst að við eigum að setja þetta í útboð. Svona framkvæmdir, ég ekki að mæla neitt gegn Óla með því, en mér finnst bara að þetta eigi að vera prinsippatriði hjá opinberum aðilum. Þá ber ég þetta upp, þeir sem geta samþykkt, gefið merkið. Og sem var á móti, sita hjá. Þá þetta samþykkt með 4 atkvæðum gegn 3, sita hjá. Fjárhagsáætlun. Ég ætla kannski bara að fá viljið að við setjum að ítrykka þessa bókun eða þetta dugar þetta ekki. Hún kemur í fundargerð bókun mín. Þurfum ekki að, já. Flott. Það útskýri hjásættu okkar. Takk. Þá það liður 1.3, fjárhagsáætlun 2019, viðauki 1, niðurstaða byggðarráðs, 9. fundar, lögð fram tillaga viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2019. Viðaukinn gerir ráð fyrir aukinni fjárfestingu í eignasjóði fjárhæð 82,7 milljónir og fjárfestingu í B-hluta fjárhæð 57,5 milljónir. Eftirfarandi verkefni voru áætluð 2018 og voru fjárheimildir þar ekki nýttar að fullu og því tillaga var að færa fjárheimildir yfir á þetta ár. Eignasjóður 318, leikskóladeild 4,1 milljón, seinkun framkvæmda. Íþróttahúsið viðbygging 8 milljónir, seinkun framkvæmda. Oddabrú 31,6 milljónir. Seinkun framkvæmda, Langaekra 4 milljón, seinkun vegna stofnunar lóðar. Félagslegar íbúðir 48 milljónir, afhending fer fram á 2019 á öllum íbúðum og það færast til eignar á afhendingadegi. Fráveita 9,5 milljónir, seinkun framkvæmda, alls 105,2 milljónir. Auk þess gerir viðauki ráð fyrir aukinni fjárfestingu í gatnagerð að fjárhæð 35 milljónir. Þessi fjárfesting fer í gatnagerð og guðnotkun. Viðaukanum er mætt með handbæru fé sem flyst á milli ára 102 milljónir sem verða eftir vegna fjárfestingaverkefna sem flestu og 68 milljónir sem að Rangárþings ytra fékk greitt frá héraðsnefnd í lok árs 2018 með sölu á landi og ekki var í áætlun. Viðaukinn er því að fullu fjármagnaður og orðið laust. Og þá byrja upp þeir sem geta samþykkt, gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 1.9, framlögur í jöfnunarsjóði sveitarfélaga, hugmyndir frystingu. Tillaga að byggðarráð Rangárþings ytra geri eftirfarandi bókun fyrirhugaða skerðingu og framlögum jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Byggðarráð
15 ytra mótmæli harðlega þeim áfram fjármálaráðherra og ríkisstjórnar að skerða framlög til Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga að minnst okkur 3,3 milljarða næstu árum 2020 og til braut. Skerðingi kemur harðast niður á útgjaldajöfnunarframlögum sem renna einkum til sveitarfélaga á landsbyggðinni sem hafa mörg hver veikan fjárhag. Skerðingin kemur einnig niður á framlögum til þjónustu við fatlað fólk og getur falið í sér að dregið verður þeirri þjónustu. Áætlað tekjutap sveitarfélaga á Suðurlandi að framlögu til útgjaldajöfnunum og vegna fasteignaskatts sem 505 milljónir og vegna málefna fatlaðra 29 milljónir króna. Framlög til málefna fatlaðra hafa ekki staðið undir rekstrarkostnaði og bætir þetta ekki stöðu þessum málaflokks. Árið 2015 voru samþykktar leiðréttingar á framlögum til málefna fatlaðra sem námu 1,5 milljarði króna. Sú niðurstaða var samkomulag sem byggði á löng og ítarlegu samráðsferli milli ríkis og sveitarfélaga. Að þurrka nánast út með einu pennastriki þennan árangur sem nást hefur er í hróplegu ósamræmi við það samstarf sem ríkið sem Samband íslenskra sveitarfélaga hefur lagt mikla vinnu í að styrkja á liðnum áratugum. Einhliða ákvörðun ríkisvaldsins að þessu tagi er í andstöðu við það formlega samráðsferli ríkis og sveitarfélaga sem hefur þróast á undanförnum árum og fela áform þess í sér algeran trúnaðarbrest gagnvart sveitarfélagunum í landinu. Ekki getur með nokkrum hætti talist eðlilegt að áhersla á að bæta aðkomu ríkissjóðs skili sér í skerðingum á tekjur sveitarfélagana sem standa undir mjög stórum hluta almannaþjónustu í landinu. Þess er krafist að áform skerðingu tekna í Jöfnunarsjóðs verði afturkölluð þegar í stað. Og það er samhljóða byggðaráði ef orðið er laust. Og þá er til að rýmast sveitarstjórn staðfestu bókun byggðaráðs sem felur sveitarstjórn að koma bókuninni á framfæri við stjórnvöld. Þau syngið ekki sammála að gefa merki. Það er samhljóða. Það er liður 2, atvinnu og menningarmálanefnd. Vísa til umfjöllunar einstakar liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. 2.4. Ritstjórnarstefna Rangárþings ytra, liðurstjóra atvinnu og menningarmálanefnd. Nefndin fór yfir erindið og upplýsingar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Miklar umræður voru hvað fælist í ritstjórnarstefnu. Tillaga er að fresta afgreiðslu málsins þar til á næsta fundi nefndarinnar. Samhljóða þetta bara til kynningar. Liður 2.5. 17. júní 2019. Niðurstaða atvinnu og menningarmálanefnd. Nefndinni finnst áríðandi að unnið verði að því að 17. júní sé haldin á Hellu árlega. Nefndin óskar eftir 350.000 króna framlagi umfram það sem að áætlun 2019 sem er á áætlun 2019 vegna þessa. Til að já, og orðið laust haft. Þeir sem geta samþykkt þennan viðbót. Til merki. Ágúst? Já, kannski bara vekja athygli á því að sem sé að þessar 350.000 krónur það sem sé rúmast innan áætlunar. Það eru sem sé áætlaðir styrkir sem hægt er að flytja innan menningarmála sem hægt er að flytja. Það þarf ekki sérstaklega viðauka eða slíkt. Margt þetta. Kannski eitt svona varðandi þetta, ég er alveg hlynt í að pröfu þetta til reynslu, sjá hvort við fáum einhver viðbrögð og hvort það verði hægt að halda 17. júní hérna í þéttbýlinu okkar á Hellu. Og svo að önnur eins og hefur verið núna niður í Þykkvabæ og eins hérna uppi í Holtalandi hefur þetta verið bara flott gert líka. En mér finnst samt sko að ég held að við ættum samt að reyna að virkja náttúrulega
þessi félagasamtök okkar og þetta sé svona svolítið samfélagsmál. Þetta á ekki bara að vera sveitafélagi sem á að vera að halda þetta. Nei. Þetta á að vera maðurinn manns gaman. Í mínum huga þetta svolítið svoleiðis að þetta sé ekki enn eitt verkefni sem að sveitafélagi tekur að sér. Við tökum töðugildan að okkur og ég held að þetta sé bara, við þurfum bara að efla samkennd íbúa hérna í þorpinu. Þetta er kannski, takk, ljósið að þetta búið að liggja niður núna í einhver ára, þá er kannski gott að sveitafélagi komið að þessu núna, komið svo stað í þetta sinn og svo vonandi tekur við keflinu á næsta ári. Þetta var bara Hjalti. Já, Ingrid. Ég velti aðeins fyrir mér sko, þetta þýðir ekki það að það sé lokað á eins og Brólund eða Holt og Landsveit og Engin brygg, þetta er bara viðbót. Þetta er bara viðbót. Þessi getur, Steindur? Það skal fyrst að fólk er að tjá sig þá, finnst mér þetta einmitt alveg Ég missa því. frekar. Það er bara eiginlega mikilvægt að reyna að halda hérna í þessu þéttbýli, það sé mjög jákvæmt að þetta sé halda í þessar hátíðir sem hafa verið og eru út allt sveitarfélag, það finnst mér eiginlega þurfum nú að reyna að stefna því að halda 17. júní hérna í þéttbýli. Þannig að þetta er og vonandi það var náttúrulega hérna fyrir ekki svo mörgum árum þá var þetta svona sett í félagasamtaka og sem tekið öflun og það svona gekk upp og ofan en þetta verður eins og Margrét segir, þetta verður svona dreifast á marga, þetta sé svona einhver svona hópefli ef maður reyna að halda þetta, svolítið skemmtilega, þetta sé ekki vel opinbera sem er að halda þetta. En þetta er ágætt eins og Oddviti segir að það byrja að styrkja þetta núna því þetta hefur kannski legið niðri þannig að sjá svo hvernig þetta þróast. Mjög gott og þess sem geta samþykkt og það er samþykkt samhljóða. Það er liður 3, 8 BS fundur vísa til umræðan einstaka liði en funda hérna öðru til kynningar. 3.1 ársreikningur 8 BS 2018 niðurstaða hlaði fram ársreikningur 2018 fyrir byggðasamlega 8 og hann samþykktur samhljóða tillaga um að sveitarstjórn samþykki ársreikning 8 BS 2018 fyrir sitt leyti og orðalaust. Og þeir sem geta samþykkt, ég merki. Það er samþykkt samhljóða. Hérna eru liður 3.2, samþykki fyrir byggðasamlagið 8 BS. Niðurstaða 8 BS 1100. Stjórn 8 BS leggur til að fyrir endurskoðun á samþykktum fyrir byggðasamlagið verður til standa og ekki verið gerð frekari breytingar að sinni. Tryggt verði alla sveitarstjórnarfulltrúar bæði aðal og varamenn hafi aðgang á öllum fundagögnum stjórnar BS í gegnum fundagáttina. Stjórn 8 BS samþykki samhljóða að fulltrúa E-lista í sveitarstjórn ásakast verði boðið að sitja stjórnarfundi 8 BS með málfræðslu, frelsi og tillögu rétt frá og með næsta stjórnarfundi sem áætlir 23. apríl næstkomandi. Þetta fyrirkomulag verður til reynslu í 1 ár. Tillaga um að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti bókun stjórnar 8 BS og orðalaust. Og þeir sem geta samþykkt, ég merki. Það er samþykkt samhljóða. Það liður 4, húsakynni BS, fyrirfundur vísa til umræðum einstaka liði en fundarkynna auðvitað til kynningar. 4.2 ársreikningur, 2018 húsakynni BS, niðurstaða húsakynni BS 3 fundur ársreikningu húsakynna BS fyrir árið 2018 var lagður fram á samþykkt samhljóða. Tillaga um að sveitarstjórn staðfesti ársreikning húsakynna BS 2018 fyrir sitt leyti og orðalaust það. Undir þessu ljós og viðskipta samþykkja merki. Samþykkt samhljóða. Skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Fólkifundur vísa til umfjöllunar einstaka liði en fundarkynna öðvitað staðfest. 5.1. Forsala landskipti
Já, Fossvogur landskipti niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárnes ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemd við ákvörðun landsskipti né gerir athugasemd við breytingar á heitum lóða. Tillaga að sveitarstjórn samþykkir bókun skipulags- og umferðarnefndar og orðlaust. Svínhagi L6B umsókn og skipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárnes ytra. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til deiluskipulags á grunni þess að telja munin samræma stefnu aðalskipulags Rangárnes ytra 2016-28 við gildistöku þess sé ekki þörf á að kynna lýsingu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samhljóða. Kaldakinn breyting á deiluskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárnes ytra. Skipulagsnefnd telur að óhaglega breyting á deiluskipulagi sé að ræða þar sem áform hafa ekki áhrif á aðra en umsækjendur og sveitarfélagi og sveitarfélagi. Nefndin samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send til vörslu Skipulagsstofnunar samkvæmt 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar samþykkt samhljóða. Lið 5.6 jarðstæða deiluskipulag frístundasvæðis. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárnes ytra. Skipulagsnefnd samþykkir að veitt verði heimild til deiluskipulagsgerðar. Frekari upplýsingar áform verði skilgreind í lýsingu skipulagsáætlunar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. 5.7 Árbæhjáleiga 2 deiluskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárnes ytra. Skipulagsnefnd samþykkir að veitt heimild til deiluskipulagsgerðar. Frekari upplýsingar áform verði skilgreind í lýsingu skipulagsáætlunar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Svínhagi deiluskipulag ferðaþjónustu. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárnes ytra. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar ábendingar við lýsinguna. Nefndin telur að tillit hafi verið tekið til þeirra við gerð tillögunnar. Nefndin samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. Strútur deiluskipulag við Strútsskála. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárnes ytra. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði send skipulagsnefndum til afgreiðslu samkvæmt 42. grein skipulagslaga 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það er samþykkt samhljóða. 10 Vesturhlíð deiluskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárnes ytra. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar ábendingar við lýsinguna. Nefndin telur að búið sé að taka tillit til þeirra við gerð tillöguna. Nefndin samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Nefndin felur skipulagsfulltrúa að kynna sérstaklega tillöguna til þeirra sem sendu inn athugasemdir. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Leynir úr landi Stóraflóa deiluskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárnes ytra. Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu erindisins. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það er samþykkt samhljóða. Marteinstunga 5.12 Marteinstunga tankur deiluskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárnes ytra. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir. Nefndin tekur undir með Vegagerðinni að þar sem tenginga Bindhúsholti falli ekki undir skilgreiningu héraðsvegar sé ekki unnt að heimila notkun hennar til annarra lóða að öllu óbreyttu. Eigandi Bindhúsholts hefur þegar útmælt samnýtingu nema ef sú samnýting leiði af sér nýja aðkomu að Bindhúsholti. Nefndin leggur til
að hætt verði við áform við samnýtingu tengingar sinni. Nefndin leggur til að tillagan verði samþykkt með fyrirvara að núverandi tenging við landið verði skilgreind í skipulagi en eingöngu nýtt vegna aðkomu af vatnstanki og til einkanotkunar landeiganda. Hún falli niður og þegar frekari áform framkvæmdir liggja fyrir. Nefndin leggur til að tillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samhljóða. Urðir deiluskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárnes ytra skipulagsnefnd hefur borist álit lögfræðings. Skipulagsnefnd leggur til að afgreiðslu erindisins verði frestað þar til ljóst fæst á umferðarmálum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samhljóða. 5.14 minnahóf deiluskipulag íbúðalóða. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárnes ytra skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til deiluskipulagningar á grunni þess að tillagan muni samræma stefnu Rangárnes ytra við gildistöku þessi ekki þarf að kynna lýsingu skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 með fyrirvara að auglýst til að verði í fullu samræmi við aðalskipulag Rangárnes ytra 2016-2028 sem í lokaferli. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samhljóða. Þá það liður 6 stöðu Rangárnessýslu BS 202. fundur að gera lög fram til kynningar. Liður 7 byggðarráð Rangárnes ytra 10. fundur að gera lög fram til kynningar. Liður 8 félags- og skólaþjónusta 38. fundur. Rekstrarform byggðasamlagsins, stjórn félags- og skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslu óskar eftir staðfestingu aðilda sveitarfélaginu á breyttu rekstrarsamlagsins með 2 aðskildum deildum með sérstökum kennitölum og 3 ársreikningum. Tillaga að sveitarstjórn Rangárnes ytra setji sig ekki móti þessari óvenjulegu útfærslu úr því stjórn byggðasamlagsins telur hana nauðsynlega til að bæta starfsemina. Orðið er laust. Þeir sem geta samþykkt gefið merki. Það er samhljóða. 9. Erindi frá oddvita. Erindi frá oddvita vegna leyfis frá störfum í sveitarstjórn. Fyrir liggur erindi frá Björk Grétarsdóttur oddvita leyfi frá sveitarstjórnarstörfum til 1. ágúst 2019. Og orðið er laust. Það er kannski ein spurning sem ég hef. Við erum búin að vera núna 2 fundir sem oddviti hefur ekki mætt. Hefur oddviti verið að sinna oddvitastörfum? Hefur hún verið að sinna oddvitastörfum þessa 2 mánuði eða hvernig? Hefur hún formlega fallið frá greiðslum og þess aftar fram að þessu og hefur varaoddvitið að tekið við á þess að það sé frá gengið eða hvernig hefur verið? Já, ég veit náttúrulega bara að hún nýbúin að eignast barn og hún hefur ekki verið að gegna ekki oddvita störfum. Og bara oddvitið var svo tekið við. Já. En ég veit náttúrulega ekki með hennar, ég reikna það bara með að hún sé það eitthvað úr. Það er yfirleitt þar maður náttúrulega, eins og segi, það kemur náttúrulega svolítið seint inn. Já, það var eitthvað. Yfirleitt þarf maður að gera, maður þarf að óska eftir leyfi frá sveitarstjórn. Já. Ef þú sér fram á að vera frá í einhver tíma. Þannig að þetta er bara forvitni og ekkert annað. Já. En þess var ég kominn hingað og þá ætlaði ég bara að spyrja því sem geta samþykkt geðmerki.
það er samþykkt samhljóða. Og varamenn taka sæti Bjarkar í nefndum og stjórnum og varaformenn taka við keflinu þar sem það á við, en skipa þar formann í faghóp vegna undirbúningsbyggingar leikskóla Hellu þar sem Björk kemur til starfa á ný. Spilaður að Hjalti Tómasson var ákveðið tækið það hlutverk að sér fram til 1. ágúst 2019. Það var orðalaust. Þeir sem geta samþykkt, gefið merki. Samþykkt samhljóða. 10. Ársreikningur. Afsakið. Bara eitt í þessu líka. Þessi faghópur átti náttúrulega að funda í mars. Það var svona tilmæli okkar að láta að funda í mars, þannig að ég bara óska eftir að náttúrulega við bara fundum í næstu viku eða það verði skellt í fund. Já. Þannig að ekki láta þetta damla fram í maí, júni, júli. Ég vil koma þessu máli áfram. Takk. Við hendum á fundi næstu viku, takk fyrir. Það verður mjög gott, já. Deildarvikuna, við erum góðið því. Já, bara okkur ekki. Fínt á föstudaginn langa, þannig Já, friður og næði. Það var að liða 10. Ársreikningur 2018 Rangaljós. Ársreikningur lagður fram til hann er lagður fram til staðfestingar. Ársreikningur og ágúst. Já, þú getur bara benda á það að við erum sem sé búin að fara yfir hann sameiginlega. Sveitarstjórnin sátum öll saman á byggðarráðsfundi fyrir í dag. Þannig að við höfum fengið kynningu á honum. Endurskoðandi sveitarfélagsins hefur kynnt reikningin fyrir okkur. Alveg eins og ársreikning sveitarfélagsins. Bara svo það sé komið fram. Já. Ársreikning fyrir Rangaþórs. Já, þessi geta samþykkt, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 11. Ársreikningur sveitarfélags er lagður fram til fyrri umræðu. Auðun Guðjónsson endurskoðandi kynnti niðurstöður ársreikning fyrir Rangaþórs ytra fyrir 2018. Var náttúrulega með okkur hérna í dag og fór yfir þetta nokkuð vel og einnig var lögð fram endurskoðunarskýrsla fyrir árið 2019. Nei, fyrir 2018. Tillaga að vísa ársreikningum til síðari umræðu og bröðlaust til sem geta samþykkt merki. Samþykkt samhljóða. Liður 12. Áhaldageymsla við íþróttahús á Hellu. Útboðsgögn liggja fyrir. Tillaga að auglýsa útboð á framkvæmdinni samkvæmt fyrirliggjandi gögnum og orðalaust. Þessi geta samþykkt, gefið merki. Samþykkt samhljóða. Liður 13. Erindi og fyrirspurnir frá álista. Tillaga heimgreiðslur. Tillaga álasta hækkun heimgreiðsla tekin til afgreiðslu. Fulltrúar álisti sveitarstjórn Rangaþórs ytra leggja til að heimgreiðslur samkvæmt reglum sveitarfélagsins verði hækkaðar í 80.000 krónur á mánuði. Og já, margir þarna. Nei, það er kannski eitt með þetta að því að Ingur Karl Jónsson skrifar þarna undir, það kannski væri rétt að rita í fundargerð að tillaga álista frá 14. mars. Þannig að við svona vísum í... Byggðarráðs. Nei, í fundargerð sveitarstjórnar. Ingur Karl var þar, hann satt þá fund, þess vegna stendur hans nafn þarna undir, þannig að það ætti kannski að vísa í að tillaga álista frá mars fundi, hvort það ætti að vísa í það. Já. Þetta er svona tillaga sem að fresta, afgreiðslu að fresta á þeirri tillögu. Alveg. Ekki mál. Já. Það ekki lesa bara þessa greinargerð. Það er greinargerð. Rangaþórs ytra hefur greitt heimgreiðslur síðan í febrúar 2015 og hefur mánaðarleg upphæð þeirra verið óbreytt frá upphafi.
Verulega niðurgreiðslur eru í dag á leikskólarými í sveitarfélaginu eða ríflega 85% af raunkostnaði. Með því að hækka heimgreiðslur er komið til móts við þá foreldra sem hafa mögulega önnur úrræði til að mynda dagvist með álíka niðurgreiðslu og tíðkast á leikskólum. Þannig að staðan þeirra verði því sem næst sambærileg og að hafa börn á leikskóla í sveitarfélagsins. Og það er Margrét Hörpa Guðsteinsdóttir, Steindór Tómasson og Ingu Karl Jónsson sem skrifa undir það. Og aðeins grónlega Já, og það er bara orðið laust. Steindór? Ég bara, framhald er ekki komið í ljós hérna, það er ekki búið að lesa það ennþá, en ég vil bara fagna góðum undirtektum með þessar tillögu og til þetta muni bara styrkja okkur hérna, sveitafélag, búsetu skilyrði og annað, þannig að ég fagna þessum góðum undirtektum. Það var ekki. Þetta er bara gott mál og Ágúst. Já, og þetta taka fram að það sem sé liggur þá fyrir líka sem sé viðauki ef að þetta er samþykkt, sem sé við tökum hann líka fyrir. Samkvæmt reglum og þá ber okkur að gera það. Þannig að það hefur þá bæst við í rauninni. Já, þetta er bara mjög gott mál og nýtist kannski þeim sem að mest þurfa að halda. Með að byrja. Þá þeir sem að geta samþykkt gefið merki. Tillagan borin upp og samþykkt samhljóða og jafnframt ákveða að þetta fyrirkomulag gildi frá 1. ágúst 2019 til reynslu í 1 ár. Byggðarráði falið að fara yfir reynsluna af þessu fyrirkomulagi í mars á næsta ári. Og jafnframt lagður fram til afgreiðslu viðauki 2 við fjárhagsáætlun 2019 til að mæta þessari breytingu. Viðaukinn gerir ráð fyrir auknum rekstrarkostnaði af fjárhæð 3 milljónir í fræðslumálum vegna breytingu á reglum heimgreiðslur. Viðaukann er mætt með lækkun á haldbæru fé. Og orðið laust. Margrét Hörpa. Já, bara þakka undirteknindar. Ég held þetta auki bara lífskeiði þess að búa hérna. Já. Og þetta líka léttir kannski að vissu leyti álagi á leikskólum þótt að við viljum náttúrulega kappkosta að hafa leikskólapláss fyrir alla frá 12 mánaða aldri. Fyrir það sem að þess óska. Eitt svona útfærsluatriði kannski sem að maður náttúrulega er að vinna þetta alltaf hérna korter í fund, en eitt útfærsluatriði þyrftum við ekki að fela sveitarstjóra að uppfæra reglurnar, uppfæra þetta plagg okkar. Jú, það var náttúrulega Væri það ekki ágætt að hnýta því við hérna, sem sagt byggðarráði falið, að setja þarna inn að sveitarstjóra verði falið að uppfæra? Jú, það er náttúrulega... Það er náttúrulega bara upphæðin þar, já. Það er náttúrulega að gera það, sko. Já, en þurfum ekki að gera það formsins vegna? En það er mjög gott að hafa það á blaði, sko. Já. Og svo náttúrulega bara vona ég að við þurfum kannski ekki á þessum, eða viðaukinn náttúrulega kemur að sjálfu sér, en við ætluðum að opna leikskóladeild, eða það var áætlun að opna leikskóladeild núna miðjan mars, og gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun. Þessi bara opna sjopp, Nei, en það var gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun, þannig að vonandi er nú einhver rekstrakostnaður, það er svona starfsmanna launakostnaður það sem að myndi nú kannski ganga upp í þetta, þannig að þegar hólminn er komið þá kannski ætti þetta nú ekki að vera mikið dýrara fyrir okkur. Nei. Þetta safnast inn. Þannig að við sjáum bara hvað setur, þannig ég vona að þetta verði vel nýtt og þetta, það fólk verði ánægt með þetta. Yngvi? Já, kannski er svona, ef ekki tekst að opna fyrir svona yngri börn þarna leikskóladeild, þá kannski verður bara að opna fyrir eldri börn og setja biljarborð og eitthvað svoleiðis. Þetta er allt góðar hugmyndir, en þá bara ber ég þennan viðauka bara til þess að geta samþykkt verki. Og hann er samþykkur samhljóða. Margrét Hörpa. Má ég aðeins varðandi þetta því að okkar mál kom öll undir sama liðnum erindi og fyrirspurning frá álista. Mér langar kannski að vekja athygli á að á síðasta sveitarstjórnarfundi þá spurðum við aðeins út í málefni Suðurlandsvegar 1-3 og varðandi framtíðar fyrirkomulag verslunar hérna, matvöruverslunar og eins líka gagnvart Lundi, kaupa búnaði þar og hver staðan væri á yfirtrætti og þess áttar. Og það var vísað
við fengum nú einhver svona loðin svör hérna á byggðarráðsfundi. Ekki nægilega greinagóð finnst mér, þannig að ég bara vil vekja athygli á að mér finnst að við þurfum kannski að birta svör í fundargerð, kannski næsta byggðarráðsfundar, ég mun halda þessu bara á lofti. Já. Af því að stjórn Suðurlandsvegar, hún reyndar fundaði í gær, svo best sem ég veit. Sú fundargerð er ekki tekin fyrir hérna. En ég held að, já, við þurfum svolítið að vera vakandi bara með þessi mál og halda okkur og öðrum upplýstum hvað þessi mál standa. Þannig að svona ítrekka, og ég var að skoða bara núna áðan fundargerð byggðarráðs, og kannski ábending að það er vísað þar í minnisblöð og annað minnisblöð er ekki opið. Það fylgir ekki með sem fundargögn. Ég var nú ekki farin að skoða þetta fyrir þá núna, en það mætti kannski að við vísa ekki hluti sem eru svo ekki opnir. Það þarf að vera eitthvað, ef einhver hefur nú áhuga á að lesa þetta og kynna sér þetta. Þetta er allt svo sem í vinslu, svona með þetta. Já, einmitt, en bara svona. En er kannski ekki alveg tilbúið í birtingu. Það er áttúti spurningum það líka með hvort það hægt sé að birta þetta í von, þarna til dæmis á Lundi að vera forvitnilegt að vita út af þessum yfirdrætti að það áhugi efni fyrir alla og þar á meðal lýsir stjórnarformaður áhyggjum og bara spurning hvort að Ásar hefur hafa eitthvað breytt aðstöðu til þess að taka líka ábyrgð á yfirdrættinum eins og langað þeim getur hvort að það er eitthvað breyst eða af því að nú lýsir hann yfir þungum áhyggjum. Það verður fundur núna í stjórn Lundar strax eftir framlög eftir páska og það er í þessu áföllu sko. Ég segi að það væri tímabært. Já, og það er svona að stjórnin sem sagt, svona, þó að ég efast ekki að það er eitthvað verið að vinna í þessu en það svona sé að nú, því að stjórnin náttúrulega er til þess að einmitt að vinna í svona málu. Ljóm Andi, hefur þá er að liðu 14, Bólahraun 11, beiðnum umsögn vegna rekstrarleyfis í flokki 2, Sýslumann á Suðurlandi óskar umsagnar varðandi gistingu í flokki 2, tegund G í sumarhúsi, fyrir liggur neikvæð umsögn skipulags- og byggingarfulltrúa. Tillaga að sveitarstjórn gefi neikvæða umsögn rekstrarleyfi til gistingar í flokki 2, tegund G í sumarhúsi við Bólahraun 11. Ástæða neikvæða umsagnar er svo að óheimilt er að starfrækja gistirekstur innan skipulagra frístundasvæða í sveitarfélaginu. Og þeir sem geta samþykkt þessa tillögu sem sagt gefa neikvæða það fyrir ekki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 15. Klapparhraun 17 ökutækjaleiga. Samgöngustofa óskar umsagnar vegna ökutækjaleigu. Fyrir liggur neikvæð umsögn skipulags- og byggingarfulltrúa. Tillaga að sveitarstjórn gefi neikvæða umsögn vegna ökutækjaleigu við að Klapparhrauni 17. Ástæða neikvæðar umsagnar er svo að óheimilt er að starfrækja slíka starfsemi innan skipulagra frístundasvæða í sveitarfélaginu. Og það er laust. Þeir sem geta samþykkt gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 16 til umsagnar 767. Mál. Atvinnuveganefnd Alþingis sendir yfir til umsagnar frumvarp til laga dýrasjúkdóma og fleira, innflutningur búfjárafurða. Það er lagt fram til kynningar, Margreta. Já, ég tel að við sem sveitarfélag við ættum að senda inn umsögn. Við höfum frest til 30. apríl. Náðum nú ekki að vinna í þessu nægilega fyrir þennan fund. Fund sveitarstjórnar, þannig að ég held að við ættum að fela byggðarráði ef því eru þið samþykkt að fela byggðarráði að móta umsögn og senda inn fyrir hönd sveitarfélagsins því að þetta er náttúrulega mál sem skiptir okkur ofboðslega miklu máli hérna í héraði. Við byggjum atvinnustarfsemi mikið á matvælaframleiðslu og þjónustu tengdu matvælaframleiðslu, þannig að við þurfum svolítið að, ég held að við ættum að láta í okkur heyra hvort sem þetta er svo, hvort sem það hafa áhrif eða ekki, en við þurfum að segja okkur, þannig að það er mín tillaga að byggðarráði verði falið að móta umsókn og senda. Eigum við þá ekki bara að smá til, já, Yngvi, Já, ég er sammála um marketing með þetta og ég er búinn að
sitja að fundi hjá garðyrkjuframleiðendum og hlusta á erindi frá Dr. Karli Kristinsinni lyfjaónæmi og ónæmi og annað sýklega og ég held að þetta sé bara alveg hreint gríðarlega mikilvægt ekki bara fyrir okkur út af atvinnuuppbyggingunum heldur bara fyrir landið allt að það sé reynt með öllum mögulegum ráðum að reyna að koma í veg fyrir sem mest af innflutningi á matvælum sem við getum framleitt hér. Hefur við þá ekki að það var bara Spurning. Halli? Já, ég er svo sem á ekki von á því að þó að við reynum eitthvað að malda í móðun með þetta þá hafið það mikið að segja en það er svo sem má satt vera að ef við segjum ekki neitt þá gæti einhver tekið þessu samþykki sko. Þannig að það er kannski útgjaldar lítið á okkar hálfu að setja inn einhver ályktun. Takk fyrir. Þá fer ég tillögu að fela byggðaráði að vinna umsókn og senda inn varðandi þetta mál. Þurfum við ekki bara að hafa þetta á næsta fundi, eða á aprílfundi? Bara næsta. Þannig að þetta sé, já, hvort við höfum að setja það inn Við erum bara að tala tíman. næsta byggðaráðsfund. Og vinna umsókn og taka fyrir, ekki bara, eða... Apríl, fínt, já, þetta er gott. Ok, það lesi þetta upp aftur núna og tillaga að fela byggðaráði að vinna umsögn og senda inn varðandi þetta mál fyrir lok apríl og þau sem geta samþykkt. Það er samþykkt samhljóða. 17. Rekstur Landsvirkjunar á Þjórsársvæðinu. Ólafía kom og hélt kynningu á starfsemi Landsvirkjunar og þakka kærlega fyrir þá mjög góð kynning. 18. Aðalfundur 2019 Háskólafélag Suðurlands. Aðalfund, já, ágúst. Já, og þetta benda á það að nýkomið póstur frá Háskólafélagi Suðurlands sem fundi að fresta til 9. maí. Svo það komið fram. Fresta til 9. Flýtt þá. Flýtt. Eða flýtt til 9. maí. Ok. Já, við byrja bara aftur, liður 18. Aðalfundur 2019 Háskólafélag Suðurlands. Aðalfundur Háskólafélagsins 9. maí 2019 og það er bara til kynningar. Og þá er bara fundagerð yfirlesin og staðfest, fleiri ekki gert og fundi slitið klukkan 18:00. Takk fyrir. Takk fyrir.